Finnst þér vera misvísandi upplýsingar í gangi? Finnst þér fólk þurfa að varast svona kannski umræðu eða skilaboð frá þeim sem að selja einhverjar töfralausnir? Já, það oft þannig að það koma fram menn sem að telja sig vera búin að finna lausnina á gátunni út af hverju fáum við krabbamein og hvernig getum við komið í veg fyrir þau. Og það oft sem að við sjáum auglýsingar bætiefni sem að ætti að taka, sem að koma þá í staðinn fyrir ávist og grænmeti eða eitthvað slíkt. En það var margar rannsóknir verið gerðar á bætiefnum til þess að minnka áhættu fólks á að fá krabbamein. Til dæmis eru stóra rannsóknir sem að liggja fyrir á reykingamönnum, þar sem þeim var gefið bætiefni til þess að minnka áhættu þeirra á að fá lungnakrabbamein. Og þvert á móti að þá jók það áhættuna á að fá lungnakrabbamein að reykja og að taka bætiefni. Þannig að þess vegna hafa engin krabbameinssamtök í heiminum geta stutt það að fólk að taka bætiefni til þess að minnka áhættu á krabbamein. Það mikið betra að fá þetta beint úr fæðunni í gegnum ávexti, grænmeti og annað þess háttar. En þarna fólk kannski að reyna að selja eitthvað? Já. Græða á? Já, án þess að hafa kannski mikið á bakvið það. Og fólk mjög innkeypt fyrir því að auðvitað miklu þægilega að taka bara eina pillu og þá maður lausa allra mála. En þetta ekki alveg svo auðvelt.